Þetta byrjaði allt á einni bók. Ég heiti Rósa Rún og ég er danshöfundur. Ég fékk þann heiður að búa til dansverk fyrir útskriftarnemendur á framhaldsskólastigi sem var fullkomin tímasetning af því ég var einmitt með frábæra hugmynd í bígerð sem þurfti rosa mikið að komast út og þarna var bara kjörinn vettvangur til þess að lífga það við. Að semja og skapa dansverk er kannski svolítið eins og bara að byrja í nýju ástarsambandi. Þú einhvern veginn ferð í það að finna rótina á öllu sem gerist og hreyfist og það sem þú hugsar. Þú ert að túlka hverja einustu hreyfingu, hvert einasta augnablik. Þú ert að finna nýjar leiðir, hvað er hægt að gera öðruvísi. Þú ert að finna ryþmann í þér sjálfum og þeim sem eru fyrir framan þig. Finna hvernig flæðið getur orðið betra. Þú ert einhvern veginn með brjálæðislega mikla þráhyggju fyrir að koma því fram á einhvern einstakan hátt, allt það sem býr í þeim sem stendur á móti þér og púsla því svo saman í einhverja frábæra orgju. Af hverju er að þessu? Af hverju er að þessu fyrir 20 mínútna fullnægingu á sviði? Þess vegna er ég hér. Skrásetja vinnuferli danshöfunds frá því að bara hugmynd á sér stað í fullbúið dansverk. Tenging nemenda eða dansara og danshöfunds. Hvað gerist þarna á milli? Er það mikilvægt?
ég set alltaf mjög mikla áherslu á að deila ástríðunum minni. Deila því sem ég að hugsa og hvernig ég að finna hlutina með dönsurunum mínum. Og þá svo mikilvægt að stoppa aðeins og minna sig á að við erum öll manneskjur. Ég þarf ekki að vera með eitthvað fyrirlestur. Heldur gerist það allt í samskiptunum. Allt þarf sína kveikju, alveg sama hvað við erum að gera. Grunnhugmyndin var, dauðasyndirnar 7 með einhverju svona tvisti. Og þó það sé rauði þráðurinn, en þá var það ekki það sem skapar dansverkin. Það sem skapar dansverkin áhrifin og hvernig fáum við áhrif. Ég fekk mjög mikið svona sjálfsöryggi út af því mér fannst dansverkindin hjálpa mér mjög mikið að koma út í mínum þægindrama og mér fannst bara mjög skilningsríkur. Áhrifin koma þegar allir hafa áhuga. Og ég vil í rauninni blanda því við að hafa áhuga og að henda inn þessu persónulega, því það dýpkar verkið. Af því hér ein manneskja en svo erum við með 10 aðrar manneskjur sem hafa svo ógeðslega mikið fram á að færa. Dansverðir geta verið svo mikið bara svona, hérna verkið mitt, við ætlum bara að læra þetta verk. En það var ekki mín upplifun þessu, þetta var meira bara svona, já, hérna það sem ég að pæla og hvernig ætlum við að vinna það saman, sem líka ótrúlega næs. Og sama tíma var ekki eitthvað svona, já, þið að fara að semja þetta sjálf, heldur þetta var bara rosa mikið bara svona utanumhald, en samt þetta var einhvern verk sem allir áttu saman. Ég var komin með mjög stóra þunga hugmynd og sem mér fannst mjög mikilvægt að gera í einhvers konar kómík. Það fer bara svo ótrúlega langur tími í að rifja allt upp og bæta við og síðan rifja upp og bæta við, þannig að maður nær sko, ef ég stressi fyrir einhverju þá að ná þessari dýpt sem langar í. Ekki bara að ná atriðinu, heldur nái áherslu punktunum sem gera atriðið. Bara ef þú kemur ekki, ef þú sýnir ekki metnað á æfingu, að þá muntu finna fyrir því í uppsetningu. Það ekki eitthvað ég að vera ströng, heldur meira bara ég sé það sem fyrir framan mig og þá gerist það fyrir framan mig. En ef það eitthvað sem ekki á staðnum og það missir úr, að þá hef ég raunin ekki tök til þess að taka það inn. Já, mér fannst þetta að vera svona fyrsta sinn sem mér fannst, þetta var fyrsta sinn sem mér fannst eins og ég var komin í eitthvað alvöru verk. Þetta var miklu meira svona professional, mér fannst eins og ég var komin í eitthvað flokk, skilur þið. Og æfingarnar voru svo langar og það voru oft æfingar og þetta var svona miklu meira serious og miklu meira útpælt og við tókum svo mikið þátt í þessu. Þetta var svo miklu svona stærra, þetta eitthvað svona verk sem held ég gæti verið sýnt aftur, bara upp á sviði, skilur við, bara farið með þetta til útlanda eða eitthvað, þetta svona þannig verk sem, þetta var mjög professional, bara þannig, skilur við. Fyrir ótrúlega mikillar gleði því ég horfði á byrjunaratriðið því að það var einmitt svona smá hausverkur í byrjun. Svona smá svona já, þetta verður bara flott, en svo er ég búin að vinna ógeðslega mikið að bara hverjum og einum, það mikið að gerast. Þannig að það að virka.
og þessi tilfinning er náttúrulega bara eitthvað þegar þú sérð hvað er að virka. Er búið að spinnast einhver mögnuð saga í kringum bók sem ég fann niðri í kjallara hjá mér og ég ákvað bara í fyrsta tíma að ég raunin að búa svolítið í kringum þessa bók án þess að vera að ljúga neinu, en þú veist að í þessu ýkti ég kannski svona aðeins fráburðin, en þú veist hvernig leyfði þeim svolítið að komast með mér í ferðalagið. Núna er ég orðin svo obsessed, núna verður þetta. Ég finna bara með til lögreglu. Can you find the DA? Svo urðu þessu fíflalæti að einhverju, þú veist, sem meikaði svo sens inn í dansinn og þú veist, það var geggjað að líka bara vera einhvern veginn, vita að maður var partur af verkinu en ekki bara einhvern svona settur í verkið og gera bara það sem, þú veist, mann er sett að gera. Já, þú veist, þegar kemur að verkinu, við vorum alveg saman í þessu 100% út af, þú veist, eitthvað kom með eitthvað nýtt spór þarna og þú veist bara, hei, mér líst vel á þetta og bæta þessu við og mér fannst það bara skýrt, bara svona markmið var skýrt og þarna, mér fannst bara visionin svo skýrt. Það sem ég elska við hennar hóp er hvað hann er þéttur og traustið sem að mynda til mín er bara, skiptir öllu máli. Það gerir það. Þetta er útskriftaverkið þeirra og hérna fæ ég svona svolítið tækifæri til þess að opna þess meira inn á listamanninn mig. Ég þarf ekki að vera með svona þennan ramma í kringum með að þetta sé nemendasýning. Það verður þetta svona kassalagara en að ég get leyft mér að fara aðeins lengra sem ég finnst mjög gaman. En ég er líka smá feimin við það finn ég. Þannig að það sem er gott af því að þá finn ég þarf að losa eitthvað og vonandi kemur eitthvað svona losun.